Já, til hamingju Hlynur með að vera kosin langhlaupari ársins 2020 af lesendur hlaup.is. Hérna, Já, takk fyrir það. varstu hissa eða? Já, ég var enda mjög hissa. Ég held ég hef verið tilnefndur svona kannski 5-6 sinnum eða eitthvað svoleiðis og Já, aldrei verið nálægt í að vinna út af því að ég náttúrulega hef búið erlendis bara síðan ég var 19 ára og það svona kannski ekki margir á Íslandi sem þekkja mig, þannig að ég var nú ekki búist mig og svo er ég ekkert að reyna að fá fólk til þess að kjósa mig eitthvað sérstak sko. Þetta er bara, já, þetta var bara skemmtilega svona, kom bara skemmtilega óvart, skal ég segja. En þú varst að ná náttúrulega rosa fínum tímum sem að kannski lágu til grundvallar því að fólk svona sá það að þetta væri verðskuldað. Já, maður kannski svona, já, ég held að fólk kannski svona gerir sér betur grein fyrir hálfmaraþon og maraþon tímum í staðinn fyrir þessum brautatímum og hérna, já, það verður örugglega að hjálpa. Já, það er mjög líklegt. Hvernig var hana svona síðasta ár, þetta COVID-ár svona? Truflaði það mikið undirbúningin hjá þig eða hvernig svona var þetta kannski slapp þetta til? Ég meina þú varst að gera fína hluti. Já, mjög svona lærdómsríkt ár myndi ég segja. Því að það kom svona tímabil eftir innan úr sem að það var engin keppni í boði bara í hálft ár næstu og hérna þannig að maður gat svolítið svona sest niður og farið svona yfir svolítið fínpúsað æfingaprógrammið sitt og því að það hefur alltaf verið svolítið erfitt að æfa í langan tíma án þess að vera með keppni til þess að vera í góða formi fyrir. Þannig að ég gat svona aðeins skoða hlutina og hérna og svona kannski aðeins fínpúsa prógrammið mitt og svo hérna byrjaði ég að æfa undir nýjum þjálfara og hérna og ég sá rosa góða árangur með honum. Já, ok. Hvað hérna, ef við horfum aðeins til hérna framtíðar þá er náttúrulega, þú ert að stefna á Ólympíuleikana og við skilum rétt og þá ert að fara að keppa í næsta mánuði. Segðu okkur aðeins frá því. Já, ég hef ekkert keppt síðan á HM í hálfu og hérna ég er bara búinn að vera út af því að maraþon það tekur aðeins lengri undirbúning heldur en venjulega keppnir og ég vildi vera viss að ég var alveg 100% tilbúinn. Vegna þess að því ég hljóp 1:02 í hálfmaraþoni þá svona gerði ég mig grein fyrir að þetta væri kannski eitthvað fyrir mig og að ég ætti séns á að hlaupa 2:11:30. Þetta var ekki bara eitthvað svona, já, svona eitthvað svona sem að maður geti svona bara óskað eftir en þetta var alveg raunverulega möguleiki. Þannig að, já, ég fann þetta maraþon í Bern í Sviss, þar sem að þeir eru með hér upp á 2:11:30 og það eru menn annars, við erum bara 50 í hlaupinu og allir sem reyna við lágmarkið og hérna þetta er alveg svolítið bara fullkomið fyrir mig en aftur á móti þá er þetta mitt fyrsta maraþon þannig að já, þetta verður bara svolítið svona þetta verður gaman að sjá. Ég held, mér grunar ég gæti orðið góður maraþonhlaupari en maður veit aldrei, þannig að Já. Þetta er spennandi allavega, ég meina það eins og ég segi, það hér þarna upp á Ólympíulágmarkið, þannig að það er allavega nokkuð ljóst hvort hún náir takmarkinu ef hún er að fylgja héranum. Já, við erum með 2 héra og einn er góður félagi minn, þannig að það er svona skemmtilegt að ekki menn í hlaupaheiminum. Já, þetta er spennandi, þetta er með Mars. Og ef allt gengur að óskum, segjum að bara þetta gangi vel og þú náir þessu lágmarki, þá er náttúrulega bara, hvað er þá, bara undirbúningur fyrir Ólympíuleikana eða? Það myndi taka svona mánuð bara, ég ætla að koma heim til Íslands beint eftir maraþoni og ég var að eignast nýja frænku, bróðir mér var að eignast nýtt barn og hérna, ég ekkert sé hana, þannig að það var gaman að koma heim aðeins til fjölskyldunar eftir maraþoni og hérna, ég tek þá svona bara 1 mánuð, bara rosa easy. En já, svo ef ég næ lágmarkinu þá svo byrja bara undirbúningunum fyrir maraþoni bara í apríl. Já. Eitthvað annað svona, ég meina, eins og segir, þú ert náttúrulega fókusur að ná þessu lágmarki og auðvitað bara vonum við að það gangi upp, en er eitthvað annað svona eitthvað sem þú sér framtíðinni? Já, ég er 27 ára núna og hérna fínt svona að taka fyrst skrefin í maraþon og hérna en aftur á móti þá er ég ekki alveg
100% svona ánægður með tímana sem ég hef hlaupið á brautinni, sérstaklega í 5.000 metrum og 10.000. Ég held að ég geti hlaupið töluvert hraðar í þeim greinum og það er svona auka markmið að reyna að bæta þá tíma þá í sumar og svona kannski stærsta hlaupið verður þá Evrópubikar í 10.000 metrum í Bretlandi. Hvenær er það á árinu? Það er í júní, það er þá mánuði fyrir Ólympíuleikana. Já. Ok, gaman að heyra það. Hérna, nú var hann að hlaupa hérna og ungur Íslendingur sem var mér skilst að hafa verið í sama skóla og þú, Baldvin. Já. Hann var að hlaupa 300 metra braut, sko, besta tíma, sko, innanhústíma. Hvernig líst þér á það? Já, ég vissi leið og ég sá hann hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu 2017 eða eitthvað svoleiðis að hann væri mjög efnilegur. Já. Og þegar ég var að útskrifast 2018 þá lét ég þjálfarinn minn vita á honum. Út af því að ég vissi að þessi strákur var rosa efnilegur og hann einmitt fór í sama skóla og ég var í Bandaríkjunum í 5 ár. Já. Nei, 4 ár, sorry, og hann er bara búinn að þvílíkt blómstra á síðustu 2 árum. Bara ég hef sjaldan séð einhvern taka 2 stökk, risastökk, 2 ár í röð. Þannig að það verður gaman að sjá að fylgjast með honum og sjá hvernig þetta fer, út af því að það er bara sky's the limit. Já, er það ekki bara hvatning líka að vera komið með mann sem er þá allavega á pari við í þessu? Ég meina það er frábært fyrir íslensk langhlaup af eitthvað sem er líka að taka þessi met lengra, út af því að við höfum alltaf verið svolítið eftir á hinum Norðurlandaþjóðunum. En nú erum við með betri hálfmaraþon landsmet heldur en Finnland, þannig að við erum allavega komið eitthvað fram með þau. Aðeins að lyfta okkur upp. Já, þannig að það verður bara mjög frábært að sjá hvernig þetta þróast. Já. Þannig að það er engin tími, þú kannski eftir Ólympíuleikana, þá kannski finnur þú tíma til að koma og keppa hérna í einhverju hlaup á Íslandi eins og gerir í fyrra í Vestmannaeyjahlaupinu. Já, mér er alltaf langað til þess að taka þátt í Vestmannaeyjahlaupinu. Það hefur alltaf hittst á að það er akkúrat í hvíldartímabilinu mínu. Þannig að það var, gat tekið þátt í fyrra og það var rosalega gaman. Það er alltaf rosalega gaman að keppa í sínum heimabæ og svo þetta er líka svo falleg braut og sérstaklega hversu mikil áskorun þessi braut er, hún er rosalega bara erfið. Það er svona, ég hef hlaupið á ýmsum kúrsum í gegnum mín hlaupaferilinn, ég aldrei hlaupað jafn erfiða braut. Já, ég get alveg tekið undir það. Hún er ekki mjög gjöful hvað tíma varðar en ótrúlega flott og skemmtileg. Já, alveg frábær. Já. Linur, gaman að þessu. Við bara óskum þér góðs gengis í þinni vinnu við að komast inn á Ólympíuleikana og við fylgjum spennt með bara hlaupinu núna í mars í Bern og vonandi bara nærðu þessum markmiðum sem þú stefnir á. Já, takk hérlega fyrir það.